Því að þeir sem hafa talað á þessum nótum eins og þú ert að tala hérna núna sko vilja að það sé tekið með inn í myndina allt sem að gerist þarna á undan Já. og svo framvegis. Þeir eru bara úthrópaðir sem Pútín-sleikjur eða Já. pútínistar og það er mjög svona harð eða svona beinskeytt umræða raun og veru, svona fólk er mjög svona tilfinningaríkt í þessu og það ræðst bara að fólki sem að meira sé að Ólafur Ragnar Grímsson kom hérna í viðtal í Silfrinu stuttu eftir innrásina, hvort það var í byrjun mars 22, þar sem hann fór að tala um bara svona geopólitískan veruleika og hagsmuni stórvelda og það þurfi að taka meira inn í hérna og það þurfi að tala við Pútín og svo framvegis og hann var bara útrópaður og sérstaklega vinstrimönnum sem hræðileg Pútínsleikja og þetta var svona mjög harðskeytt umræða og hefur verið allan tíma. Alveg merkilegt sko, að ótrópa Ólafur Ragnar sem Pútínsleikju og núna nýlega hérna eftir uppákomuna í Hvíta húsinu með Zelenskí og Trump, þá deildi sko Ólafur Ragnar á Twitter viðtali við minni með Marco Rubio, utanríkisráðherra. Og bara því hann deildi þessu viðtali, þá voru menn útrópað sem pútinista. Ég skil ekki tenginguna. Hann deili viðtali með Marco Rubio og þá var hann þetta er þessi sturluðs umræða sko. Ég er náttúrulega aldrei fengið að heyra það. Allar þessar staðreyndir sem við talaðum hérna. Þetta er allt staðreyndir. Þetta er allt saman skjalfest og skrásett og vel þekkt og hafa verið skrifaður um þetta bækur, greinar og fræðimenn hafa fjallað um þetta eins og Jeffrey Sachs og John Mearsheimer. Og ég meina, og málið er sko þegar maður talar um þessar staðreyndir, ástæðan fyrir því að við erum að tala um þetta vekja athygli þessu er að því þetta hefur hundsað. Þetta hefur bara verið memory hold. En og þess vegna viljum við tala um þetta. Það þýðir ekki að við séum hliðhollir Rússlandi eða stuðningsmenn Pútins. Pútin er sko hægri sinnaður íhaldsmaður, ég er vinstri sinnaður, alþjóðasinnaður. Þú veist, mín pólitík er ekki eins og pólitík Pútins. Þannig að þetta er svo furðulegt að ég sé kallaður sko pútinisti, skilurðu. En maður hefði haldið að það væri rosa mikilvægt, til dæmis bara eins og þegar utanríkisráðherra Íslands er að tala, þú veist, hvort sem það er núverandi Þorgerður Katrín eða Þórdís Kolbrún og undan henni að þetta fólk sé svona meðvitað sko þegar það er ákveður sko með hvaða hætti Ísland er að koma að þessu máli og svona hvar við stöndum og svona að því sé ekki gleymt sko að þetta eigi sér allt aðdraganda og það þurfi að til þess að fá frið á þessu heimsvæði að þá þurfi að rekja alla þessa sögu og fara ofan í hvar menn eru ósáttir og hvað er hægt að tala saman um. Já, og það er náttúrulega sko til þess að skilja átökin og ef maður ætlar að einhvern veginn að leysa vandamálið, þá þarf maður að skilja þau. Af því þú leysir ekki vandamálið ef þú skilur það ekki. Ef þú skilur ekki vandamálið en ætlar að leysa það, þá kemur náttúrulega bara með eitthvað lausn sem að bara gera það en verra eða eitthvað skilja. Þú þarf náttúrulega að skilja það til þess að leysa. Nálgast þetta eingöngu út frá því að Pútín hafi farið yfir landamæri febrúar 2022 og það er eina vandamálið ekkert annað sem við þurfum að ræða að þá leysir engin vandamál. Nei, af því að þá er þetta líka vanskilningur á ástandinu eins og ég talaði sko að þú veist hver voru hernaða markmið Rússlands. Það er alltaf látið þetta lítið út eins og þetta sé sko Hitler alltaf gjörið á Úkraínu, en þetta er ekki rétt af því núna náttúrulega New York Times hefur birt drög að Istanbúl-samningnum sem var samið í mars-apríl að strax eftir að innrásin hófst þá fóru Rússar og Úkraínu með strax að semja. Og í þessu samningaviðræðum sem enduðu síðan í Istanbúl í 29. Mars 2022 og það var ljóst að sko markmið Rússa frá upphafi, helsta markmiðið var að Úkraína yrði hlutlaus, myndi ekki ganga í NATO og þetta er það sem að samningamennirnir hjá Úkraínu hafa sjálfur sagt í viðtölum. Það er David Arakhamia og Chalny, þetta kemur fram í þessari grein New York Times. Þetta kemur fram í viðtölum sem þeir hafa komið fram í og þeir segja að Rússar vildu endilega semja, það var helsta markmiðið þeirra, þeir vildu ekki halda stríðina áfram, þeir vildu semja frið og fá okkur til að fallast á að vera hlutastríki og gangi ekki í NATO. Og þetta er það sem að Naftali Bennett segir einnig, að því hann var forsætisráðherra í Ísrael á þenn tíma, hann var fengið til að miðla málum og hann fór á fund bæði með Zelenskí og Pútín og hann segir þetta líka að Rússar hefði viljað semja, helsta markmiðið hafi verið að Úkraína yrði hlutlaus og myndi ekki gangi í NATO. En, segir hann, það voru Vesturlönd sem vildi ekki semja, voru á móti samning og vildi halda stríðina áfram. Og það tala sérstaklega að Boris Johnson hafi komið fljúgandi inn í þetta. Raun og veru bara kemur Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, bara frá Washington með þessi skilaboð til Zelenskí. Nei, ekki semja, við ætlum að styðja þig, þú ætlar að vinna þetta stríð. Já, málið er sko, það er svo merkilegt, menn eru svo mikil afneitun það og segja að það sé samsæriskenning. Málið er að þetta er sko, það fjallaði um þetta í úkraínsku fjölmiðlum, það er úkraínsku fjölmiðl sem heitir Ukrainska Pravda, þar er bara vel fjallað um þetta. Og þar, úkraínski fjölmiðlinn, Ukrainska Pravda, segir að
Boris Johnson kom í skyndilega heimsókn til Kiev, mér minnir að hafa verið 9. apríl og sagði við Zelenski, við styðjum ekki samningaviðræður, Putin er stríðskapamaður, það er ekki hægt að semja við hann og við munum styðja það til að berast áfram.